Don't you just love it? Yes. When God confirms what He wants you to share. Ekki alveg yndislegt þegar Guð búinn að staðfesta það sem ég ætla að deila með ykkur. The pressure's off, it's all on Him. Engin pressa, þetta hvílir allt á honum. That's right. Yes, Lord, we just pray that you would just use us as your vessels today. Nota okkur bara sem þín kerdrottin. Speak to us, encourage us, uplift us. Talaðu til okkur og lift okkur upp. And say what you want us to say, Father. Og segðu það sem þú vilt segja. Yes. In Jesus' name. Í Jesú nafn. Amen. Amen. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Yes. Því fyrir Jesú Krist þau synir og dætur Guðs fyrir trú. Amen. So today I'm going to speak on a Hebrew word called imonia. Ég ætla í dag að tala hebreskt orð sem heitir imonia. The English word for that is faithfulness. Enska orðið trúfesti. Yes. Faithfulness. Yes. Trúfesti. Now some of us may brush that aside. Sum hafa kannski svona sett þetta til hliðar. Oh, that's just about belief or faith. Ja, það bara eiginlega að trúa að geta trúað. But actually, when you understand what the Hebrew meaning of that word is, en þegar þú skilur hvað þetta hebreska orð þýðir, it implies something totally different. Þá kemur í ljós alveg allt annað. It's talking about steadfastness. Það talar þessa staðfestu. Loyalty. Það þessi heilindi. Active trust. Að það eitthvað traust sem verkandi. Reflecting a deep commitment to God. Að það sem kemur í ljós þessi að þú djúpt gefin Guði. Not just faith. Ekki bara trú. We would be short-changing ourselves if we had to stop there. Við varum að svíkja okkur sjálf ef við stoppuðum þar. And when you reflect on that definition, og þegar þú íhugar þessa útleggingu, no one here could put their hand up and say that's not God. Og það enginn sem getur rétt upp hönd hér og sagt, ja nei, þetta ekki Guð. That is 100% how God has been in my life. En þetta akkurat svona sem Guð hefur verkað í mínu lífi. In each one of our lives here today. Og í lífum okkar allra hér inni. But I'm not here to talk about our God. En ég ekki hérna til að tala Guð okkar. I'm asking, does that reciprocate how we live for Him? En heldur að varpa ljós á hvernig við lifum fyrir hann. I mean, we started this year off with a bang. Og við byrjum þetta ár með hvelli. We've had 3 powerful messages. Við höfum fengið 3 kröftug skilaboð. And not just tick the box. Ekki bara svona til að merkja í boxið, já ég okay hérna. 3 profound words. 3 mjög svo mögnuð orð. Life-changing words if we take them and apply them in our lives. Þetta lífbreytandi orð ef þú leifir þeim að verka í lífiðinu. They will change us. Umbreyta okkur. If we focus. Ef við einblínum. If we have perseverance. Ef við höfum úthaldið. If we have steadfastness. Staðfestuna. If we have humility. Auðmýktina. If we know who we are in Christ. Ef við vitum hver við erum í Kristi. And we are worried about our character. Og þá erum við aðeins að líta á karakter okkar. If you didn't listen to Sibba's message 2 Sundays back, go and listen to it. Ef þú hlustar ekki á boðskap Sibbu fyrir 2 vikum, þá skaltu hlusta aftur á hann. I'm doing her an injustice trying to summarize it here. Það ekki sanngjarnt að ég reyna að raða því öllu saman hér fyrir þig. Stefan last week Friday preached on making small adjustments. Og Stefan Salomonsson hann prédikaði að gera svona litlar smávægilegar breytingar, fínstillingu. Inquire of the Lord. Að spyrjast fyrir af drottni. Then do exactly what God tells you. Og gera svo akkurat nákvæmlega það sem Guð segir þér. Exactly what God tells you. Nákvæmlega það sem Guð segir þér. Moses inquired of the Lord because the people were crying out for water. Og sagan af Móse þar sem fólki var að hrópa eftir vatni. The first time God said to him, go and strike the rod with your cane, with your stick, with your staff. Og fyrst þá sagði hann honum að sláðu í klettin. The second time the people cried again, Moses came to the Lord and inquired of the God. Og í seinna skipti þegar fólki var að væla og þá kemur hann og spyr drottin. God says, speak to the rock. Þá sagði drottin, talaðu við klettin. Moses says, oh, I know how to do this. I know how to do this. Og Móses sagði, þetta ekkert mál, ég kann þetta alveg. This is my strength. I've done this before. Þetta styrkleiki minn, ég hef gert þetta svo oft áður. Boom, he hits the rock with his staff again. Og hann slær klettin.
Water comes out, Vatnið kemur út, but the consequence was significant for Moses en afleiðingarnar eru alvarlega fyrir Móse. because he didn't see the promised land Því að hann fór ekki inn í fyrirheitnalandi because of disobedience. út af óhlýðni. And the same for us. Og sama við okkur. David inquired of the Lord. Daginn sem við spyrjum Drottinn, He told him, go up straight and attack them, the Philistines. nei, Davíð, þegar hann spyrði Drottinn, og Guð segir, farðu og ráðast, þú mátt ráðast á Filisteana. David obeyed. Davíð hlýddi, He had victory. hann fekk sigur. Same situation. Sömu kringustæður A aftur, little bit later, örlítið síðar, Philistines again. Filistearnar ráðast aftur David inquires of the Lord. og Davíð leita Drottins Go around behind them. og þá segir hann, farðu svona aftan við það. Same enemy, Sami óvinur, same request, sama eftirspurn, but different instruction from God. en mismunandi svar frá Drottni. Don't rely on your strengths and gifts. Ekki reiða þig bara á þinn styrkling og þínar gjafir. Inquire of the Lord Þú átt að spyrja Drottinn and then do what he tells you. og gera síðan nákvæmlega hvað hann segir þér. And his third message was on protecting and guarding your heart. Og síðan var þetta boðskapurinn að varðveita hjarta þitt. Very important for us in 2026. Mjög mikilvægt fyrir okkur árið 2026. With everything that's happening in this world, Allt sem að ske í heiminum, we need to be able to stand fast by protecting our heart. þá þurfum við að geta staði í grandvarleika og varðveitt hjarta okkar. And in the midst of that sermon, he dropped a little gold nugget. Og í miðri ræðunni þá gaf hann okkur svona lítinn gullmóla. We are sheep. Við erum sauðir. Jesus Christ is the shepherd. Jesús Kristur hirðirinn. He is in control. Hann við stjórnvölinn. We know the shepherd's voice Við þekkjum raust hirðisins and we go when he calls. og við förum þegar hann kallar. So today, Þannig að í dag, I want to talk to us about faithfulness. þannig að vil ég tala trúfesti. Emmanua, Emmanúa á hebreusku. not faith and belief and wishy-washy. Ekki bara trú eða að treysta ykkur svona og stundum svolítið svona valt á fótum. But a true steadfastness, loyalty, active trust, reflecting a deep commitment to the sovereign God. Heldur djúp staðfesta og að vera heilshugar og gefin drottni Guði. We all know the definition of faith from Hebrews 11:1. Við þekkjum öll skilgreininguna á hvað trú þýðir út frá Hebreabréfinu 11:1. But faith is the assurance of things hoped for. Þar segir að trúin fullvissa þess. The assurance of things hoped for. Það fullvissa þess sem við vonum. And the conviction of things not seen. Og það það sem ekki með auðið með augunum að sjá. It's not doubt. Það ekki efi, It's not a maybe. það ekki kannski, It's not a possibility. þetta ekki möguleiki. It is an assurance and a conviction that it will be. Það sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. And for by it, the people of old received their commendation. Og síðan segir 11:2, fyrir hana fengu mennirnir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. And we are told in Habakkuk 2:4, Í Habakúk 2:4 að þá okkur sagt, behold, his soul is puffed up. It is not upright within him, but the righteous shall live by faith. sjá hann hrokafullur og beri í brjósti sér ráðvanda sál, en hinn réttláti mun lifa fyrir trúfesti sína. Amen. Here we see how Christians should live, not as one who trusts God, contrasting with proud, self-reliant people who know it all. Hérna sjáum við skýrt hvernig trúaður einstaklingur á að lifa frammi fyrir Guði, ekki sem ykkur sem að treystir á eigin getu og verleika. We actually know that we need God. Við í raun og veru vitum að ég þarf á Guði að halda. We're happy to confess it, Og okkur bara gjarnan auðvelt með að játa það acknowledge it. og kannast við það. We are not embarrassed by that fact. Og það ekkert sem við skömmumst okkur fyrir þá staðreynd. We need Jesus. Við þurfum á Jesú að halda.
Doesn't matter how much knowledge I have. Það skiptir engu máli hversu mikla þekkingu ég hef, Doesn't matter how much reserve I've got in the bank. eða hvað ég á mikið á bankareikningnum. Doesn't matter how much fame I have. Það skiptir engu máli hversu frægur ég er. Without him, I am nothing. Án hans er ég ekki neitt. We need to be humble and contrite people, serving for the living God. Við þurfum að vera auðmjúk og vandlátt fólk sem er að þjóna lifandi Guði. And the truth be told, Og í sannleika sagt, there's far too many believers og þá eru allt of margir trúaðir who still live in this old, proud, self-reliant, know-it-all person. sem að lifa á þessum gamla úldna stað að vera að reiða sig bara á sjálfa sig. As the song says, why are we waiting? Og það er svo söngurinn segir, We af hverju sang eigum it að bíða? 10 Við vorum að minutes syngja ago. þetta fyrir 10 mínútum. So why are we waiting? Og hvers eigum við að bíða? What must God do in our lives to bring us to the point where we say, now and no further, Lord? Og hvað þarf að gerast þess að eitthvað meira það sem að við komum fram fyrir Guð og segjum núna og ekkert meira? I acknowledge that I need you, Ég kannast við það, ég þarf á þér að halda. that you are sovereign. Að þú ert almáttugur. You are Lord of my life. Þú ert drottinn lífsmíns. You are my Savior. Þú ert frelsarinn minn. And I surrender all to you, Lord, Og ég gef mig allt mitt undir þig. because he never withheld anything for us. Því að hann hélt aldrei neinu tilbaka fyrir okkur. Nothing. Engu. He gave everything, Hann gaf allt. even his son, Jesus Christ. Og jafnvel son sinn Jesú Krist. So the righteous shall live by faith. Þannig að hinir réttláti mun lifa fyrir trú. We see that also in the New Testament. Og þetta eru vers sem að færast inn í Nýja testamenti líka. In Romans 1, 16 and 17. Í Rómverjabréfinu 1, 16 og 17. For I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Ég fyrirveri mig ekki fyrir fagnaðarerindið, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingu fyrst en einnig Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Amen. Amen. You see, from faith to faith. Frá trú til trúar. You need to first step out in faith Þú eru fyrst að leggja af stað í trú for it to start. til þess að vegferðin byrji. From faith to faith. Frá trú til trúar. Your faith grows Trúin hún vex. as you step out in small faith so God can grow it into big faith. Það sem þú stígur út í smærri skrefum þannig að Guð geti látið að vaksa í stærri skref. And you notice that it's the power of God for salvation. Og þið áttið ykkur á því að hér er það sem að kraftur Guðs opinberast til hjálpræðis. The pressure is off of us to bring about salvation for anyone. Það er ekki pressan á okkur að leiða ykkur til frelsis. Our role in this relationship is to sow seeds. Okkar þjónusta og samfélag fjallar að sá sákornum. Not even to bring the growth of those seeds. Og að það er ekki á okkar hlutskipti að þetta vaxi úr grasi, For God brings the growth. því að það segir að Guð gefur vöxtinn. But we have to share and plant the seeds, plant the seeds, plant the seeds. En við þurfum að vitna og planta sákornum út allt. Galatians 3:11 says the same. Galatabrifið 3:11. 11. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. En það er augljóst og fyrir Guð að það réttlætist enginn með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Amen. But it's also important to note that it's reiterated in the Bible that not one dot, not one iota of the law will fall away. En það er mikilvægt að minnast þess að það er ekki eitt stafkrókur í ritningunni sem mun falla frá eða vera ógerður. So it's not that we can just disregard it. Og það er ekki, fjallar ekki einhverja mótstöðu.
but that we will not be saved through it. En þetta fjallar að við vorum hjálprað mun verka þannig að okkur verður hjálpað í gegnum það. Because we are saved by faith in Jesus Christ, by grace in faith in Jesus Þegar Christ. hjálpraði liggur í því að við trúum á Jesú Krist. He came and paid the price. Hann kom og greiddi fullnaðarverð. He took our sin, our shame, our disease, our iniquities Hann tók á sig okkar synd, sjúkdóma og alla okkar bresti. upon himself on the cross. Hann tók þetta á sig á krossin And he said, og sagði, it is finished. það fullkomnað. We just need to believe in him. Við þurfum bara að trúa á hann. Amen. Amen. And the other verse is Hebrews 10. Og síðan það í Hebreabréfinu 10. kafla. You can go and read that one for yourself. Þið getið lesið það sjálf heima. 10:36-9. I don't want the pastor looking at her watch just now. Ég vill ekki að pastorinn fara svona líta á klukkuna. So, some central things for us to consider when we are thinking about faith. En það eru mikilvægir þungamiðjur hlutir sem við þurfum að ígrunda þegar við erum að tala trú. Justification is only by faith in Jesus Christ. Réttlætingin aðeins fyrir trú á Jesú Krist. And we see this in Romans 5. Og þetta sést í Rómverjabréfinu 5. kafla. And Paul, the apostle, is using this to show that righteousness comes from faith in God and not by us fulfilling the law. Og þar hann að lýsa því yfir að réttlætingin kemur aðeins fyrir trú en ekki fyrir lögmál eða eigin frammistöðu. So once we are justified, we are declared righteous. Og þegar við erum réttlætt, þá búið að lýsa okkur yfir að við séum réttlætt frammi fyrir Guði. Then the process of sanctification begins in our life. Og þá byrjar þessi helgun að eiga sér stað í líf okkar. Our character, or otherwise known as the fruit of righteousness in our lives, Það þýðir karakter okkar, eða með öðrum orðum, ávöxtur réttlætisins. this comes forth from a life lived by faith, characterized by obedience and trust. Þetta lýsir sér í lífi sem gengur áfram í hlýðni og trausti. Our character, or the fruit of righteousness, is not the reason that we are declared righteous. Ávöxtur réttlætisins ekki ástæðan fyrir að við erum kölluð réttlætt. But it's the fruit of us being declared righteous. En það ávöxturinn af því að það þegar búið að lýsa okkur yfir réttlætt. As we persevere with God. Það sem við höldum áfram göngunum með And we Guði. go through trials and tribulations. Og við förum í gegnum erfiðleika og þrengingar. We're on the mountaintop, we're in the valley. Við erum annarkvort á fjallstindi eða í dalnum. But we persevere with God. En við þreyjum þolum á We are skeiði loyal to God. með því að vera trúföst We are Guði. steadfast with God. Við sýnum stefnufestu með Guði. Then God starts chipping away at our character. Og Guð byrjar að meittla af okkur gamla mannin karakter Suddenly, okkar. the fruit of righteousness starts to show in our lives. Og ávöxtur réttlætisins byrjar að afhjúpast í lífum okkar. Amen. Amen. And that is not a slow process. Og þetta hægur ferill. It's a very slow process. Þetta mjög hægur ferill. God will persevere with you around the mountain as many times as it takes for you to learn the lesson. Og Guð fer með því kringu sama fjallið eins lengi og það tekur. My advice to you is to learn it once. Ráðlegging til mín að lærðu af fyrsta skiptinu sem þú ferði kringu fjallið. But if not, Ef ekki, it's coming back again. þá byrjar bara aftur. Trust me, I know. Treystu mér, ég hef reynslu í þessu. By faith, we have the promise of life. Fyrir trú að þá eigum við fyrirheiti líf. But not just life, Ekki bara líf, rather abundant eternal life. heldur eilíft líf. Because everything we need for life and godliness, we have in Christ Jesus. Allt sem við eigum í Kristi Jesú. Amen. Amen. Everything. Allt. The righteous person lives because they are secure in God's promises. Réttlætt manneskja, hún lifir vegna þess að hún örugg í Jesú Kristi. Receiving eternal life and avoiding judgment through their faith. Að meðtaka eilíft líf og ganga fram hjá dómi inn í eilíðina. And we see this in the example of Abraham. Og við sjáum þetta sem í eftirdæmi Abrahams. And today,
Og í dag, I'd like to challenge you. þá langar mér að skora ykkur á hólm. As we look at Abraham and Lot, Þegar við horfum á Abraham og Lot, we know Abraham and Lot. We know the story very well. við þekkjum þessa sögu mjög vel. And it starts off in Genesis 12. Og það byrjar í fyrstu Mósebók 12. kapla. No, he doesn't have to shout so much. Ég átti vist ekki að öskra svona. Now the Lord said to Abraham, Og Drottinn segir við Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. farðu burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns til landsins sem ég mun vísa þér á. That word kindred is very interesting. Það sem að fjallar ættfólk, So as much as I want to challenge you, I want to give you hope today. alveg svo ég vil skora á ykkur, þá vil ég líka gefa ykkur von. Because straight away we see that Abraham disobeyed. Við sjáum strax að Abraham í raun og veru óhlýðnaðist. Because the word kindred means nativity, a place of birth, by a implication, native country, also offspring, family. And God told him to leave your kindred. Og hann ættfólk, þetta fjallar ákveðin stað þar sem að viðkomandi fæddur og fjallar svona forsöguna og hann segir að hann eigi að yfirgefa allt þetta And go to a land I will show you. og fara til land sem Guð mun sýna honum. And he did many good things. Og hann gerði margt rétt. He went without even knowing where he was going. Hann fór á stað á þess að vita hvert hann var að fara. So Abraham went as the Lord had told him. Og Abraham hann lagði á stað eins og Guð hafi sagt fyrir. And Lot went with him. Og Lot frændas fór með honum. Amazing. God said, Skrítið. leave them. Guð hafði sagt, farðu frá ættfólki þínu. And then we see a little bit later in the passage, Og við sjáum seinna í kaplanum, there's a bit of a famine in the land. og þar ykkur svona örbrið í landinu, So Abraham says, we're going down to Egypt. og Abraham segir, heyrðu, við förum bara niður til Egyptalands. And he says to his wife Sarah, just tell them you're my sister. En hann segir við konu sína Söru, heyrðu, segðu þeim bara ég systir þín. So they will separate, look after me and not kill me to get you. Og þannig að þeir muni ekki drepa mig til þess að eignast þig. And then God brought an affliction upon Pharaoh. En Guð, hann lét eitthvað undarlegt gerast fyrir faraóinn. And because Pharaoh had taken Sarah, his wife, into his palace, Og að því að hann hafði tekið Söru inn í höllina sína, he blessed Abram with lots of stuff. og hann hafði blessað Abraham með miklum gæðum, Camels and female donkeys and male donkeys and servants and male servants. kameldýr og asnar og þjónustu fólk. And then Pharaoh came to him and said, why are you doing this to me? En síðan kom Faraó og sagði við hann, af hverju ertu að gera mér þetta? And then they leave and go back to the Negev. En þau fara síðan og fara til Negev. And there, Abraham and Lot, their herdsmen, is starting to strive with one another because there's not enough space. Og síðan vegna landskors að þá byrjar Abraham og Lot að kljást eða fólki þeirra líka. And Abraham says to Lot, that there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen. Og Abraham segir, það má ekki vera svo að sé eitthvað stríð á milli míns fólks og þíns fólks. For we are kingsmen. Því að við erum erindrekar. Is not the whole land before you? Það ekki allt landi sem að blasir við þér? Separate yourself from me. Þá segir Abraham við Lot, heyrðu, farð þú eitthvað annað í burt frá mér. If you take the left hand, Ef að þú fer til vinstri, I will go to the right. þá fer ég til hægri. Or if you take the right hand, Ef að þú fer til hægri, I will go to the left. þá fer ég til vinstri. And Lot lifted up his eyes En Lot, hann lyfti upp augun sínum and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere like the garden of the Lord. og sá Jórdansdalinn vera vel vaxinn, mikinn ávöxt þar og velur það. Like the land of Egypt, Eins og Egyptaland. in the direction of Zoar. In the... Direction of Zoar. Já, í átt að Sóar. This was before the Lord had destroyed Sodom and Gomorrah. Og þetta áður en Drottinn hafði eitt Sódómu og Gómoru. So Lot chose for himself Þannig að Lot, hann valdi fyrir sjálfan sig all the Jordan Valley,
allan Jórdansdalinn and Lot journeyed east. og hann ferðaðist austur á bóginn. Thus they separated from each other, Þannig aðskildu þeir sig frá hvor öðrum. and Abraham settled in the land of Canaan. Og Abraham setti stað í Kananslandi. So we know what happened there. Og við sjáum hvað gerist þarna. And my encouragement and challenge to us today Uppörfun mín til okkar í dag þessi, is to be like Abraham. að vera eins og Abraham. You see, he didn't pick which direction to go. Though he was the most senior person there, Hann gaf upp forvalið sitt, þó að hann væri eldri. he had faithfulness in his God, Hann trúði og treysti Guði sínum. that his God was in control. Að Guð hans væri algjörlega við stjórnvölinn. And for 2026, Og fyrir 2026, I want to encourage us þá vill ég hvetja okkur that we live by faith, not by sight. að við lifum fyrir trú en ekki eftir því sem við sjáum. That we inquire of the Lord Að við virkilega leitum drottins and we do what he tells us. og gerum nákvæmlega það sem hann segir okkur. You can look with your eye, Þú getur hort með augunum, and even if you take a bucket of berries, for example, ef þú tekur svona berjakrukku eða berjafötu, it looks beautiful in the bucket, og þetta mjög flott í fötunni, but when you start eating them, they're all soft and gooey. en þegar þú byrjar að borða þá öll svona mjúk og frekar svona viðbjóðsleg. You see, we can't live by sight Við getum ekki lifað eftir því sem við sjáum, if we want the fullness of God. ef við viljum fullnustu Guðs. We have to live by faith. Við þurfum að lifa fyrir trú, We have to trust God. að treysta Guði. We don't know tomorrow. We can? We don't know tomorrow. Nei, við vitum ekki hvað morgundagurum ber í skauti sér, In fact, we don't even know what's going to happen in an hour from og now. við vitum ekki einu sinni hvað mun gerast eftir klukkutíma. But God knows every day of our life. En Guð þekkir hver dag lífs okkar. It's written down in his book. Og það ritað í bók hans, segir ritningin. And when God separated from Abraham, Og þegar Lot aðskildi sig frá Abraham, when Lot separated from Abraham, not God, then we see that God comes back and changes the covenant. og þá sjáum við að Guð kemur tilbaka og breytir sáttmálanum. He confirms the covenant. Hann staðfestir sáttmálan. And I want to point out 7 things Mér langar að benda á 7 hluti to live this life of faithfulness and obedience. að lifa þessu trúfasta lífi og í hlýðni og trúfesti. Psalm 25:4 says, Í Sálmi 25:4 segir, Make me to know your ways, O Lord. vísa mér vegu þína drottin. Teach Isaiah 55:8-9. Jesja 55:9. For my thoughts are not your thoughts, Það segir að mínar hugsanir eru ekki eins og þínar hugsanir, neither are your ways my ways, né eru mínir vegir eins og ykkar vegir, declares the Lord. segir drottin. For as the heavens are higher than the earth, Því eins og himinin hærri en jörðin, so are my ways higher than your ways, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegur, and my thoughts than your thoughts. og mínar hugsanir yðar hugsunum. So point 1, make sure you understand the way of the Lord. Þannig að í fyrsta lagi, vertu vissum að þú skiljir vegu drottins. Point number 2, make sure you understand that God's ways is not plain and simple like our ways.
Og skilja það að vegir Guðs ekki svona einfaldir eins og við myndum vilja hafa þá. They are not our ways. Þetta ekki okkar vegir. We don't understand how God can move the mountains. Við skiljum ekki hvernig Guð getur fært fjöll úr stað. Today my bank balance is this. Í dag bankareikningur minn í þessari stöðu. In God's economy, tomorrow it's that. Í efnahagskerfi Guðs og þá hann allt í einu allt annað. His ways are not our ways. Hans vegir ekki okkar vegir. And we need to trust and obey him. Og við þurfum að treysta og hlýða á honum. Isaiah 43:19.3. Jesaja 43:19. 43:19, yes. 43:19. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni. Það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þér það ekki. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ég gjöri veg eyðimörkina og leiði ár öræfin. In other words, God makes a way when there seems to be no way. Með öðrum orðum, Guð, hann gerir veg þar sem virðist ekki fært annars vegar. But you need faith to activate that. En þú þarf trú til þess að ganga út á þetta. You need obedience to walk in that. Þú þarf hlýðni til þess að ganga þennan veg. You need to know your God to follow hard after him. Þú þarf að þekkja þinn Guð til þess að fylgja á eftir. Because he will grow trust in you as you do it. Því að hann eigur tröstið þegar þú gerir þetta. In Matthew 19:26, but it says, but with God all things are possible. En með Guð, það segir að Guð megnar allt. Or Luke 1:37 says, for nothing will be impossible with God. Í Lúkas 1:37 þá ekkert Guði ómögulegt. He makes a way when there is no way. Hann gerir veg þar sem engin vegur. No matter what the circumstance or the situation is, he can make a way. Það sem það skiptir engu máli kringumstæðurnar, það sem engin leið, þar gerir Guð leið. James 1:2-4. Í Jakobsbréfinu 1:2-4. Count it all joy, my brothers, when you face trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you, me and you, we may be perfect and complete, lacking in nothing. Álítið það bræður mínir, eintómt gleðiefni þið ratið í ýmis konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta ykkar vekur þolgæði. En þolgæðið á að birtast í fullkomnum verki til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. That trial, that testing, that situation, that circumstance have its full effect, that you come through it with joy, with peace, with excitement, with hope, that you may be changed, that you may be perfect and complete. Þess að þú ert fullbúin, alger og sért hæfur til þess að ganga þennan veg. You see, during those situations and circumstances, í þessum kringumstæðum áttaðu þig á því, we are not alone. Þá erum við ekki ein. He is with us in the fire. Hann með okkur í eldsofninum. He is with us in the storm. Hann með okkur í storminum. And he will never leave us nor forsake us. Hann mun aldrei sleppa hendinni af þér. Always. Hann alltaf með þér. And we know that for those who love God, all things work together for good. Og við vitum að orðið segir að það samverkar allt til góðs þeim sem elska Guð. For those who are called according to his purpose. Sem eru kölluð samkvæmt fyrirætlun hans. And some of us have been through horrific things. Sum okkar hafa farið í gegnum hörmungar og erfiða hluti. But with hindsight now, en þegar við lítum í bakspegilinn, as we look back and reflect on our life, og þegar við skyggnumst aðeins yfir líf okkar, we see what God was doing. Þá sjáum við hvað Guð var að gera. We see what he was doing. Við sjáum hvað hann var að gera. And as sad as it may sound, og sorglega og það hljómar, we are better people for it. Að við erum betra fólk fyrir það. As Gunnar was saying earlier, Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Eins og Gunnar var að tala áðan að samkvæmt Galatbréfinu 5:22 að
þegar þú gengur með anda Guðs, þá það ávöxtur andans sem kemur fram. Don't run ahead of God. Ekki hlaupa á undan Guði. Don't think you know better than God. Ekki halda að þú viti betur en hann. He knows everything. Hann veit alla hluti. And he has the utmost best intentions for your life Og hann hefur bara í hyggju fyrir þig allra besta. if you just trust and follow him. Ef þú treystir honum bara og fylgir honum. And as I wrap up, Og þegar ég kem að lokum, point 7, í 7. lið, David in the Psalm 16 says, í Sálmi 16 segir Davíð, "The Lord is my chosen portion and my cup. það segir að Drottinn minn mældi bikar. You hold my lot. Þú heldur hlut mínum. The lines have fallen for me in pleasant places. Það segir mér fjallu að erðahlut indælir staðir. Indeed, I have a beautiful inheritance." Á arfleið mín líkar mér vel. Amen. Amen. God has the most wonderful plans for each one of us. Guð hefur bestu og dásanlegustu áætlun með líf eins og sérhvers okkar. God is faithful. Guð trúfastur. He will never leave us nor forsake us. Hann mun aldrei sleppa okkur hendinni. There is absolutely nothing that catches him by surprise. Það ekkert sem kemur honum á óvart. He is steadfast. Hann staðfastur. He is loyal to the point of sending his son, Jesus Christ, to die on the cross for us. Hann svo trúfastur að hann gaf sinn einkason til þess að deyja á krossinu fyrir okkur. He is active in our lives every day. Og hann að verka í lífum okkar allan daginn. And he is extremely, extremely committed to our success. Og hann óumdælanlega gefinn í því að við náum fram að ganga. Will we choose to be Abraham Viljum við velja það að vera Abraham and say, God, you're in control, og segja Guð, þú ert við stjórnvölinn, and trust him for the plans for our life? og treysta honum fyrir áætlanir lífs okkar. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen.